Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Lægjanskonur í Freyju eru menn ársins á Suðurnesjum 2025 að mati Víkurfrétta og hérna stendur á viðurkenningaskjali. Lægjansklúbburinn Freyja hefur í áratugi starfað að vitnamálum og styrkt mál og góð, fólk og góð málefni á Suðurnesjum. Starf þeirra Freyjukvenna í samfélaginu er mikilvægt og fyrir það ber að þakka. Sem við gerum með því að útnefna þær menn ársins á Suðurnesjum 2025 til hamingju Freyjukonur. Gjörðu svo vel, hér blómvöndur og viðurkenningarskjal og bara gangi ykkur áfram vel í ykkar frábæra starf. Takk fyrir. Svakalega mikið viðurkenning og þakka ykkur fyrir. Já, þeir eru mikið til fyrirmyndar finnst mér og það er það sem er svona partur af því að sem okkur fannst í þessu að maður horfir svona á samfélagi, við erum alltaf búin að vera lengi í útgáfu yfir 40 ár og maður sér þetta þróast að það er svo mikilvægt að það sé fólk í samfélaginu sem er tilbúið að gefa á sér, sem þið eru að gera. Og við erum sjálfboðaliðar. Já, þið eru sjálfboðaliðar og eru að hjálpa þeim sem að þurfa. Já. Og þannig að þetta er svo áhugavert hvernig þið gerir þetta. Til hamingju með útnefningu Víkurfrétta Lægjanskonur í Freyju, þið eru menn ársins 2025. Þetta er í fyrsta skipti sem að Lægjansklubbur fær útnefningu okkar og en hvað er það sem að fær ykkur flestar komna vel á aldur og margar yfir 80 ára gamlar að starfa í Lægjansklubbi? Þetta er bara svo skemmtilegt, fróðlegt og gefandi og starf. Og nauðsynlegt fyrir konur og bara alla að vera í einhverju félagsstarfi og gefa gott af sér, gera einhver góð verk og hvað er, ég er nú eitthvað búin að vera að heyri ykkur áður en við erum að hittast hérna, þið eru margar komnar sem sagt yfir áttrætt, ég vil helst ekki segja á níræðisaldur en það er vist sagt. Já, verður maður ekki að viðurkenna hvað maður er gamall. Já. Ég er nýlega orðin 85. Já. Þannig að það eru margar yfir 80. Já, margar yfir 80. Og þær vinna ekkert síður en hinnar. Nei. En ykkar aðalverkefni hefur verið að útbúa sælgætiskransa fyrir jólin og svona stæsta ykkar fjáröflun og selt á til fólks og fyrirtækja á Suðurnesjum sem er með góða málefni. Segið mér aðeins frá þessu verkefni. Þetta byrjaði fyrir svona cirka 25 ára síðan. Þá var ein félagskona sem kom með þessa hugmynd og í framhaldinu þá fórum við bara að gera þetta. Við vorum með líka sælgæti í krukkum og ýmsan hátt en þetta bara var langt best og þægilegast og vinsælast. Þannig að við héldum þessu bara áfram, öll árin eftir það. Og við kaupum núna svona cirka 760 kíló af sælgæti. 760 kíló? Já, og hnýtum úr því núna tæplega 520 hringi. Og þetta gengur mjög vel að selja, því það eru allir boðnir og búnir að taka á móti okkur og eru bara að bíða eftir við komum á mörgum stöðum eins og að segja, loksins komið þið. Hvað er þið margar og hvernig er það að vinna þetta? Við erum 34 í klúbbnum. Já. Og það er nú ekki alveg alla sem koma, sumar eru ennþá í vinnu, en við vinnum þetta yfirleitt strax eftir hádegi, þá eru það margar í vinnu. En svo hefur við líka tíma í eftirmiddag og þá koma þær. Það eru flest allar sem taka þátt í þessu. Og við erum heila mánuð sem að við mætum svona 2-3 í vikunni til þess að nýta þessa 500 kransa. Og svo tekur sölukerfið við. Já. Og því bara skipt niður á félagskonur og þær hafa bara yfirleitt bara sömu svæðin, sömu kúnana. Og það er alveg dásamlegt að fara og hitta þetta fólk að því allir taka manni svo vel. Og mér langar bara að segja frá því að það var í eitt skipti að einn kúninn sagði, nei, ég ætla ekki að kaupa okkur núna. En ég er nú búin að fara til hans mörg ár eftir það og hann kaupir alltaf 2. Og ég held að það er bara eitthvað legið illa á honum þarna. En yfirleitt er allir svo góðir við okkur og kurteisir og bara hlakka til að fá þetta frá okkur. Og við erum bara svo heppna með það. Mjög gaman og það er ekki leiðilegt að fara og selja. Þannig að það er komin bara hefð á þetta í rauninni. Já. Því ykkar viðskiptavini. Bestu kúnna. Já.
Við höfum reynt að hafa íslensk sælgæti sem mest en vegna verðbreytinga þá erum við að hætta því núna en við höfum áður verið með þetta sem vorum með núna og það gekk bara líka mjög vel. Og þetta verður bara að sjá til frá ári til árs hvernig. Ekki Freyja með nammi frá Freyju? Já, hún er hætt að framlega það sem við vorum að kaupa af þeim. Já. Þannig að þetta ánægilegt að hitta svona þetta ekki ís og þess þegar þeir eru að setja hringina saman? Jú, mjög mikið fjör. Mikið fjör, já. Þetta ekki svolítið handavinna? Jú. Þetta tekur á. Já. Og gott með kaffinu. Já, gott með kaffinu. Mikið spjallað og legið. Og hvar hittist þið? Í Rauða Krossi sem við fengið að vera þar í mörg ár. Já. Og fáum að hafa það líka við allt húsið eins og okkur sýnist. En hvað þið margar að fara út og selja? Já, flestar sem geta gert það. Svona 15 kannski. Já. Heldur þess ekki meira. Nei. Við erum svona 2 og 3 saman sem förum. Já. Og við erum nú þegar búin að borga út 1,3 milljón af þessu sem kom inn núna. Já, og núna fyrir jólin. Já, gáðum í velferðarsjóðinn og svo gáðum við Rauða Krossinum og svo styrktum við ungan mann sem fór til lækninga til London og núna eftir áramótin þá tókum við þátt í Boccia-móti eða Lions stendur fyrir Boccia-móti með fólkinu sem í íþróttafélaginu NES og þetta árlegt alltaf í kringu 13. og við styrktum þau náttúrulega. Hvernig hafið þið valið þá sem að þið hafið verið að styrkja? Bara svona... Aftur að senda þær beiðnir. Já. Og þá förum við yfir það. En við förum náttúrulega alltaf í kirkjuna í velferðarsjóðin. Já. Og undanferðin ár hefur við líka gefið Rauða Krossinum. Og Rauði Krossin hefur raunverulega gefið það svo beint yfir í velferðarsjóðin. Já. Svo það kemur til góðs fyrir jólinn, fyrir fólkið. En þetta svolítið magna hjá okkur. Þið að selja yfir 500 kransa. Og ég hef nú verið einn af þeim sem hef keypt af ykkur og kransinn kostaði 10.000 krónur. Og það rekna spér til að þetta séu rúmar 5 milljónir króna í sölu verðmæti. Það ansi vel gert á nokkrum vikum fyrir jól. Já. Og fara allir þessi peningar út í samfélagið. Já. Það náttúrulega eitthvað kostnaði við þetta. Já, við borgum náttúrulega... Sælgætiskaupin og smá vegi svona til þess að vinna við þetta. Já. Við erum að láta útbúa hringina og ýmislegt sem að og slaufurnar, það tekur efni og mikið mála að nýta allar þessar slaufur. En þær hafa nokkrar konur verið alveg frábærlega duglegar að gera það. Það er ótrúlega, þetta er skemmtileg hugmynd og virkar vel þetta fyrir hátíðarnar. Já. Svo hefur við tekið þátt líka með öðrum Lions-klúbbum. Þeir hafa tekið að sér til dæmis fyrir sjúkrahúsið sameiginleg verkefni. Og þá ef það hefur komið með einhver kostnaðarsöm verkefni þá hafa klúbbandi sameinast. Já. Keypt alls konar tæki og það er náttúrulega gegnum árin hefur Lions-hreyfingi styrkt til dæmis sjúkrahúsið mjög mikið. Og bara ýmis mál sem hafa komið upp. Þið eru partur af Lions-hreyfingunni, er það ekki? Jú. Og þetta er fjöldi klúbba all land. Já. Og við hefum eitt fulltrúa sem komið mjög framalega núna í stjórn Lions á Íslandi og hún Inga Lóa Steinarsdóttir. Já. Og hún umdæmisstjóri í 109 eða ekki. Og hún fer oft til útlanda að hitta þetta fólk og alþjóðaforsetarnir þeir hafa verið að koma hérna og verið að í fyrra kom alþjóðaforseti Lions bara í heiminum og hann nýtti með okkur krans. Já. Og núna, fyrir jólin núna kom líka alþjóðaforseti, hann var indverskur og honum var gefinn krans. En nú þið sérstu voruð í fjáröfluna nefndinni núna skiptið með ykkur verkum og svona, en svona hvernig svona venjulegt starf hjá, hversu oft það að funda og hvar það að funda? Við fundum einu sinni í mánuði í Hótel Keflavík. Við höfum verið á fleiri stöðum en núna erum við á Hótel Keflavík og þá erum við að fá eitthvað okkur til fróðlegs eða skemmtunar og bjóðum einhverjum kannski að fundina og borðum saman og leggjum drög að því sem framundan er. Skemmtilegir hittingar. Já, mjög svo. Það bara alltaf mjög gaman á fundunum. Já. Svo förum við alltaf
árlega í ferðalög, annarkvæmt til útlanda eða eitthvað hérna innanlands. Og hérna á fyrra árum þá vorum við alltaf með góðugleði sem voru svona galakvöld fyrir konur. Allir hlökkuðu til, en nú er þetta orðið svo dýrt að fá skemmtikraft og ýmislegt að þetta er nú eiginlega lagst af núna síðustu árin. Því miður, því þetta var alltaf svo skemmtilegt. Hvað með svona samveruna eins og það hlýtur náttúrulega að skipta málið og náttúrulega kannski ekki meirihluti félaga hættur að vinna og þannig að allan að margar og þá er þetta svona eitthvað fast í tilverunni að hitta hinnar kvensundar. Er það ekki? Jú. Maður bara hlakkar alltaf til hvers fundar. Já. Það er frí á sumrin, Já. en svo byrjar þetta alltaf í september aftur. Hvað með framtíð ykkar klúbs þegar þið sjáið það nú að meðalaldurinn ykkar er hvað sagði þú, varstu búin að rekna þá? Rétt 70. Já, ok. Þannig að það segir mann að það er ekkert sjálfgefið að halda úti svona félagskap og starfsemi. Hvernig horfið þið til framtíðar fyrir félagið ykkar? Við höfum ekki bara vonað það besta og það er allar konur velkomnar að ganga í klúbbinn. Tökum á móti þeim alveg opnum örfum sem vilja koma. Er það að reyna að fá konur? Er það að tala við dætur ykkar? Eða? Já, við reynum það. Já. Ég held að segja sko mikið svona ungt fólk, unga konur sem eru náttúrulega stofna heimili og með lítil börn og svona. Það kostar náttúrulega svolítið að vera í þessu, ekki mikið, en það kostar samt. Já. Og fara út að borða og svona. En þetta eru allar unga konur alveg jafn velkomnar á það sem eldri eru. Þetta er ekki kettlingaklúbbur endilega fyrir gamla kettlingar. Hvað eru yngstu konurnar gamlar? 44, formaðurinn okkar, Jasmína. Já. En það er bara, ég segi alltaf, það er nauðsynlegt fyrir konur og alla að vera í einhverju félagskap. Alveg nauðsynlegt. Bæði lærir maður svo margt og hefur ánægju af. Þið eru bara sáttar með starfsemina og ánægðar og allir hvergi búinir að fá nóg hætta og allir halda áfram. Við erum ekki að hætta. Nei, við hættum ekki. En það er náttúrulega alltaf svona einhver að koma inn og einhver að hætta og svo náttúrulega konur að deyja sem eru svona fullorðnar. Já. Það er bara gangur lífsins. Já. Þannig að þið eru bara góðar. Þannig að Ég er bara þakkláta fyrir að hafa kynst í og komast inn að félagskap. Já. Það snýst það að láta gott að sér leiða og vinna líkna málum. þið fáið náttúrulega smá tilfinningu fyrir svona hvernig svona hjarta slær í samfélaginu og þá kannski svona bara í lokin, hvernig upplifið þið að vera eldri borgari á Suðurnesjum? Bara mjög vel. Segir mér allar eitthvað. Já, mér er það bara gott. Það er mjög mikið gert fyrir eldri borgara. Það sem er gert á Nesvöllum og það er hægt að fara í alls konar íþróttir og gönguhópa og það er ferðalög fyrir eldra fólk og bara mikið gert fyrir fólk hér. Já. Og það eru styrkir veittir. Ég er nú stundum að segja að þetta er nú kannski frekar að láta það í íþróttarhreyfinguna. Já, þið eru að fá hvatagreiðslur. Já, hvatagreiðslur. Ég held að sé nú svona, sem betur fyrir flestir sem geta alveg borgað þetta þó þið borgið 3.000 krónur eða 5.000 krónur í einhvern félag. Mér myndist frekar að þetta láta þetta í íþróttarhreyfinguna. Fyrir mína parta. Já. Þannig að Ég held að við bara búum ágætlega og nú er nýbúið að opna þetta fína heimili þarna í Njarðvíkum sem að var Nesvöllum það sem var verið að opna bara núna í jólin. Já. Mjög fallegt allt. Já. Til sóma. Já, nýtt hjúkrunarheimili. Já, mjög flott. Ég sá einu sinni þegar ég fór í Grindavíkurskóla, þá stóð einu glugganum, enginn getur gert allt, en allir getur gert eitthvað. Og þetta finnst mér svo mikilvægt að við höfum í huga, eins og þegar við erum að fara að nýta og ýmislegt að gera, að þá kannski get ekki akkurat gert það. Það var bara svo margt annað í kringum þetta sem hægt er að gera. Já. Þannig að þið hvetjið konu til að koma til ykkar og Já, við í endilega. skemmtilegt starf. Endilega. Fjölga, endilega velkomnar allar konur sem hafa áhuga að koma í félagsstarf. Og hvar geta þær fundið ykkur? Er þið með heimasíðu eða eitthvað svoleiðis? Já. Já, þetta finna þetta á netinu? Já. Freyjur. Já.
Þá bara næsta mál að þakka ykkur fyrir komuna og óska ykkur enn aftur til hamingju með það sem þið hafi verið að gera og náttúrulega okkar útnefningu og bara gaman að fá okkur í spjall og takk fyrir. Já, Takk kærlega sömuleiðis. Við þakkum ykkur fyrir að þið hafi alltaf verið liðlegir við okkur með auglýsingar og annað og mikill heiður fyrir okkur í klúbbnum að fá þessa viðurkenningu og við þakkum kærlega fyrir það. Takk fyrir. Við þökkum kærlega fyrir áhorfið og bendum ykkur á að það fjölbreytt efni á vef vikufrétta.vf.is. Verið sæl.